Frábært að fá þig heimsókn. Já, bara gott að koma, sko. Það var grjóthörð byrjunina. Já. Það er sterk fæðubótaefni og tóman maga og... Já, það var kastað upp. En ég er til í tvörskið, sko. Þú spurði mig hvort ég væri ekki búin að vera að gera þetta svolítið lengi. Ég er búin að gefa út sko nærri 450 þætti og þetta er fyrst skipti sem þetta gerist. Það er sterk byrjun. Já, veistu að segja mér að kastar ekki upp margir órun að koma til inn í þátt. Nei. Og það fyndna er að ég hef sko lendi í því sama og þú, nema ég mér var bara rosa óglatt, ég kastaði ekki upp. En að taka ákveðin sterk fæðubótaefni og tóman maga er ekki alveg málið, sko. Nei, ég var eitthvað rosa flýta á hann og ætlaði bara svona, það lítur að sleppa. Nei, það stappa ekki, sko. Maður verður mun viðkvæmari fyrir öllu, sko. Já, það er bara hann, sko. Það er verið fyrir mér þegar nú svolítið langt síðan ég hætti að vera að drekka, ég fæ mér einstaklega svona vinglas með mat, sko, en þegar ég var að drekka mikið áfengi, þá því strákurinn hennar systur minna var að dimmitera daginn. Já. Og þá myndi ég eftir dimmiteringa daginu mínu, þá var að byrja að drekka bara klokkan 7 morgunin. Já. Og ég glemdi að borða, sko. Það endaði ekki vel. Nei, það hljómar hagalegt, sko. En ok, ef við byrjum bara svolítið á byrjuninni. Þú ert náttúrulega stórmeistari í skák, mjög ungur aldri. Hvernig byrjar það hvernig æxlast það að þú ferði í skák fyrir það fyrsta og hvernig æxlast það að þú tekur hana það alvarlega að þú náir svona fljótt á þennan stað? Já, ég byrja að tefla 5 ára eftir að pabbi minn kendi mér. Pabbi minn er svona, hann er gamall skipstjóri og skák áhugamaður, skulum við segja. Kendi mér skák bara 5-6 ára. Og í rauninni þá held ég að sé alveg óhætt að segja að talentin hafi skinnið í gegn strax, sko. Og ég var bara orðin 6 ára og var komin í skákskólan og allt þetta sem við höfum á Íslandi upp á að bjóða og var fljótt bara farin að tefla þér Íslandshönd á þessum viðburðum á Norrlandamótunum og Evrópumótunum og svona. Og síðan náttúrulega bara var maður orðin heldur öflugur, mjög ungur og ég var til að mynda var ég 13 ára. Ég var að fletta sér daginn og svona undir 14 ára heimslisti og ég var nú með 5 í heiminum undir 14 ára á tímabúti. Þannig að maður var alveg þarna, sko, og síðan verið stórmeistari 19 ára, eða 19-20. Það er sko það að vera náma 5 í heiminum, maður hugsar sko, það eru vendalega ennþá því við á Íslandi erum kannski svolítið komin frá þessum tíma þar sem að börn eru bara sett í eitthvað. Maður hugsa svona lönd eins og Rússland, maður svona 5 leika krakka og einmitt skákkrakka og það er bara engin miskun. Við erum bara að tala 14 tíma á dag, sko. Ég með þessu gamla áratastundum að ég verið stórmeistari 19-20 en yngstu stórmeistari heim í dag eru 12-13 ára, skilur við, verða bara stórmeistari þá. 12 ára? Já, rosa. Þetta er bara galið, sko. Og þeir eru allir frá Úsbekistan, þeir eru frá Indlandi. Og þeir vita ekkert hvað bara stafrófið er leikur við, sko. Þú veist, þeir gera ekkert, þeir fara ekkert í skóla þessi krakkar, sko. Nei, þetta er bara, þetta er sem þú gerist, þú ert góður í þessu. Nú ert þú bara atvinnumaður í skák og þú ætlar að vera bestur. Og bara, maður er að horfa á þetta, ég hef telt við alla þessa krakka. Maður er bara svona, maður er algjörlega, bara skinnir þetta, sko. Þetta er galið, sko. Já, það er svona skrítin tilhugsun að þú veist að jafnvel þó að, þú veist, nú kann ég bara rétt frá manngangina, ég teldi eitthvað smá, sko, þegar ég var lítill. En þú veist, jafnvel þó ég myndi leggja mikla rækt við þetta í langan tíma, þá eru einhverju 12 ára krakkar sem myndi bara gjörsamlega í jarðan, sko. Já, ég bara, þú veist, þetta er algjörlega galin pæling, sko. Þetta er, já, og þeir, þú veist, eins og ég teldi daginn í Katar, þá teldi ég við strák sem heitir Erdogmus frá Tyrklandi. Hann er með 28 í heiminu núna, hann er 14 ára gamall. Þetta er bara næsti Carlsen og bara virkulega maðurinn sem er að fara að steypa Carlsen á stóli. Hann er sponsor og billjónamæring og er með sérþjálfara og allt þetta og er bara búin að vera bara gjörsamlega, hann er bara fæddur til að gera þetta, skilur við, það bara, hann gerir ekkert annað. Og ég komaði fram fyrir því að ég tapaði náttúrulega sjálfsögðu ekki þeirri skák, svo skák endaði. Manstu það? Nei, endaði ég jafntefli. Jafntefli, ok. En það var mjög gaman, það er svona upplifun að tefla við þessi, eins og ég er 23, skilur við, og var 23 þessu ári. Það er samt eins og ég sé bara gamall kallinn á þessu börnum, sko, það er bara að tefla ykkur menn sem er ekki eins og búin að fermast, sko, og þeir bara mæta mér í skákborðið og þeir ætla bara að rusla mér upp, sko.
Já, þetta búið að breyta sko tilfinningi manns, kannski það bara því að ég var sjálfur, bara krakki og unglingur, en í minningunni sko Kasparov og Karpov og að þetta voru ekkit einhverju unglingar sko. Nei. Það svona hugmyndin sem að ég hafði alltaf skákmenn sko. Já. Hún búin að breytast þarna mikið sko. Þetta miklu meira svona a young man's game, ætla maður ekki orða það svoleiðis sko. Hvernig ætla þetta sé miðað við sko, nú ég bara að pæli miðað við aðrar íþróttir, eins og til dæmis nú að byrja bara HM í fótbolta þegar við erum að taka þetta upp. Og þar virðist vera svona einhvers staðar í kringum 32-33 ára aldurinn eins og bara faðir tími fara að taka yfir. Já. Og þetta fer bara að vera erfitt. Við erum með örfáar undantekningar, Ronaldo er náttúrulega á þessum móti, hann Messi, sko. Messi 37-8. Ætla að sé þegar maður talar bara svona heila íþrótt. Ætla við séum að fara í tíma þar sem einmitt að toppurinn er að fara að vera yngri en hann var áður. Já. Og hann bara raun orðið þannig, þetta raun bara Carlsen á toppnum ennþá, langt bestur. En síðan bara svona hjörð af ungu skákmönnum og þeir eru bara komnir bara í topp 10 og bara Carlsen bara að reyna að halda sér á toppnum eins lengi og hann getur, en Carlsen núna held ég 35, eitthvað svoleiðis, 36, þú veist, bara prediction, Carlsen verður ekki nummer 1 í heiminum þegar hann komin að vera fertugt, sko. Nei. Það bara ekki séns, það eitthvað sem gerist á sko í skákinni að það hefur enginn að halda sér held ég fertugt og hvað þá ef þú ert orðinn 50 þá hrakur mjög hratt sko, það bara mjög það ekki sens, þannig að það verður gaman að sjá hversu lengi Carlsen heldur sér í burtu, í skefjum frá þessum frá þessum börnum bara, líka við sko. En hann búin að vera svolítið svona andlit þessa leiks í heiminum í dálítið langan tíma. Hann bara stærri en skákin, það bara hann. Já. Þetta bara þetta dálítið eins og bara svona Luke Littler og Pílan í dag, Littler eiginlega bara orðin stærri en Pílan sjálf, bara Carlsen búin að vera stærri en skáki í svona 15 árs. Hvað, hvers vegna heldur að hann hafi náð að eitt að vera góður í skák en hann að fá svona mikla athygli? Já, hann held sér alltaf í góð formi, líkamlega íþróttamaður svona í grunninn sko. Bara svona elska fótbolta og elskar allar íþróttir og síðan var hann ekkert ómyndalegur, hann var byrjað að vera módela fyrir eitthvað jakkafata, nei ekki jakkafata, gallabuxna fyrirtæki og dísel eða eitthvað tjöndin sko. Og maður maður bara sér þetta og maður bara byrja, ok, þetta besta skámaður heims í skák, skilur, þetta alveg frekar magnað, þannig að hann svona breytti svo með þetta að gera, byrja að vera svona eitthvað svona bad boy eða eitthvað leiti og eitthvað svona típa sko. Þannig að ég held að það sem hann gerði fyrir skák og svo við sjáum núna það allir að tefla þetta sko. Þetta alveg magnað sko. Þannig að það þetta að þakka honum fyrir þetta að vera þarna sem eitthvað svona stóð að stytta og vera bara bestur sko. Það magnað að hann sé bara bestur, þetta bara galin pæling og bara maður spyr aðra bestu skákmenn heims og þeir bara svona, já, okkur Carlsen betri þig? Svona, já, hann bara aðeins betri við í öllu og það eru gæjar sem eru með sömu resursa á hann og allt skilur hann, bara Carlsen bara náttúrulega, hann bara betri þú. Svo náttúrulega væntanlega sko einmitt, talandum, að svona maður eins og Magnús Carlsen, hann fær væntanlega mikið að krökkum til þess að þessi krakkar sem eru núna að keppa við hann kannski margir í skák meðal annars út á honum. Já, þetta bara sennilega hann hetjar allra sko. Þetta mín líka sko, í skákinni sko. Það maður fara að hugsa sko, þetta kannski aðeins öðruvísi sem íþrótt eins og fótbolti sem sko útbreiddast á stærsta íþrótt í heimi. Það svona, en í íþróttum þar sem eru kannski aðeins færri, svo koma einhverjir sem að búa til meiri athygli á íþróttina, að þá náttúrulega stækkar púlían af þeim sem að æfa á fullum krafti og það alveg, maður að hugsa bara þess að framþrón, ég veit ekki hvað ég hugsa núna frá þess að hugsa MMA, þegar að hann Khabib, sem mitt kemur frá þessum rússnesku löndum, sko. Og hann og Conor, sko, menna Conor var gæinn sem í raun og veru bara gerði þessa íþrótt, hann bara stækkaði hana, það var fyrst Ronda Rousey og svo kemur Conor og hann stækkar þessa íþrótt bara tífalt. En síðan þegar hann þarna, búin að vera á rosa rönni að gera sitt besta mót og mæti síðan Khabib, að hann átti ekki breyk, sko. Nei, það var magnað, hann átti ekki breyk. Hann átti ekki breyk, sko. Og þá hugsa maður en Khabib var einmitt kannski ekki bestur til þess að vera markasetta sportið.
hann bara ógeðslega góður og einmitt búin að vera bara að glíma með einhverja bitni þegar hann var krakki og þú veist, þetta er bara það sem þú gerir, sko. Já. Og og svolítið svipaði svo að tala með Karlsson þegar menn að lýsa því hvernig var að mæta Khabib í búrinu, sko. Bara, þú veist, hann var í einhverjum mann ekki alveg hvaða þyngdaflokk hann var í, en sagði bara þegar hann liggur ofan á þér, það er eins og hann sé 150 kíló, sko. Það er eitthvað við hann sem bara við höfum ekki, sko. Mér finnst eitthvað mjög góð líking akkurat með McGregor og MMA og Karlsson og skák og stækkaði bara íþróttina tífalt, skilur og að einhverju leiti bara stærra en sporti sjálft, sko. Þannig að, og eins og í dag maður sér þetta bara, þú veist, Fidei gerir allt til að reyna að hafa Karlsson sáttan, skilur, og hafa hann með sér í liði, sko, af því að þeir eru ekki með hann í liði þá er bara miklu erfiðara að marka setja hluti og allt, sko. Já. Þannig að þangað til að kemur annar Karlsson sem, já, ég veit ekki hvernig það gerist, sko, eða hvort það gerist. Nei, þetta er áhugaverða pælingar, sko, einmitt með markasetningu í nútímanum og íþróttir, sko. Ekki það að oftast eru náttúrulega þeir bestu með flesta fylgjendur og svo framvegis. Já. En það er ekki endilega, þú veist, svo er einn og einn sem fær rosalega mikla athygli út á það hvernig hann kemur fram í viðtölum og bara karakterinn og meðan einhver annar er kannski svolítið flatari og ekki beint svona sjarmerandi og skemmtilegur og þá er hann ekki að nærri að mikill athygli þó hann sé kannski betri, sko. Já, nákvæmlega. Þetta er alveg hárrétt, sko. Það er alveg svona dæmi líka í skákheiminum að menni hafa verið svona, það fyrir ofta vanta svona eitthvað svona alvöru bad boy sem fyrir á mótöllu og eitthvað svona, sko. Og ég segi bara svona villu viðtölum, við eigum Hans Niemann kannski, félagið minn, hann sem lenti í þessu svindli með Karlsson. Já, býtu, hvað var það aftur? Það var fræga buttplug-sagan. Komdu með hana. Það var Karlsson og Niemann að tefla og Niemann vinnur Karlsson og Karlsson bara neitaði að trúa því að hann hafi verið bakkaði saman af svona manni. Þannig að Karlsson hættir í mótinu og ásakar hann svindl. Og síðan er ekki nóg með það að það er eitt. Síðan fyrir þetta bara væral og mennur að pæla bara hvað er í gangi, skilur, og meðal annars var svona Twitch-klippa og þar er eitthvað sem kommentar í chatið maybe he was cheating using vibrating anal beads í chatið og þá já bara og þetta fer maður að skella hlæja þegar maður sér þetta og þeir fóru eitthvað að ræða þessa kenningu og hvað er að versta sem getur mögulega gerst það er að Elon Musk tweeti þessu og gerir nokkra hlæjukalla fyrst og úrslega fyndið og það fór náttúrulega ekkert eðlilega væral og núna, já, það er eiginlega alveg sama hvað hann reynir að hann mun alltaf vera tengdu við þetta, skilur, þótt að hann sé ekki eins og nálægt sannleikanum, skilur. Nei. Og og hann svindlaði ekki eins og á móti Karlsson í skákinni, sko. Þannig að, já, það var að koma dokumentari þetta á Netflix. Já, það? Já. Hvað heitir hún? Veist það? Untold Chessmates eða eitthvað svona. Þá erum við bara að tala þetta og, já, þetta er mögnu saga, sko. Það er svo mikið rugl alltaf í skákinni, sko. Það poppar alltaf upp eitthvað annarslagi, eitthvað svona, eitthvað fárálegt og maður er bara þarna bara, ok, frábært. Ég er að rifja upp núna, sko, ég man einmitt bara þegar ég var barn, þá var alveg verið, því það var náttúrulega allt annað tíma núna, þú veist, það var ekki internet, þú veist, það var rétt svo komið stöð 2, þannig að athygli fólks var bara, þú veist, þau langaði að horfa á sjónvarp og horfður bara RÚV, sko. Já. Og það var verið að sýna beint frá þessum skákmótum. Það var alveg, þú veist, ég myndi segja það kannski bara verið, þú veist, 30-40% af þjóðinni að horfa á þegar var ekki Jóhann Hjartarson, var að keppa við Kasparov. Já, það var að keppa við... Það var að Karpov, já. Og þá man maður líka eftir einhverjum, ég man ekki hvort það var einhverjir skák einvið, þar sem að einn aðilin var að reykja og svona. Já, heldur betur. Komum út að þegar Jóhann Hjartarson lagði Viktor Kortsnoj, sem er sannlega besti skákmaður allra tíma til að vera ekki heimsmeistari, lagði hann í einvígi og Kortsnoj er svona ekta sovjaskur stórmeistari, sko, og hann er ekki að taka þetta í mál og er bara að reykja, bara púa reyk framan í Jóhann meðan hann er að hugsa, sko. Man eftir þessu. Þetta er alveg magnað, sko. Og þá kemur þessi pæling með, þú veist, hvort að hluta leiknum sé að reyna að trufla andstæðingina. Já, pottið, sko. Þetta er náttúrulega kolólulegt í dag, en einhvern veginn slapp þetta þessari tíð, sko. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.